Til að byrja með ætlum við að fara hérna yfir svona smá sem við skildum eftir HTTP og sér í lagi, ekkert sér í lagi, eitt af því HTTPS. En nú ætti þið að hafa einhvern tímann opnað einhvern vef sem með HTTPS og vonandi svona gera eitthvað grein fyrir því hvað það þýðir. Það er búið að reyna að koma því inn í hausinn á flestum þeim notendum sem nota vefinn að það er mikilvægt að fylgjast með HTTPS að þegar við erum að senda HTTP þá er það sendt bara yfir TCP/IP og það er bara sendt sem texti og þegar við erum að senda yfir einhver texta þá getur fullt af fólki bara verið einhvers staðar á netinu sem við erum á, það getur verið eitthvað sem rekur netið sem við erum á, ef við erum á einhverju opnu Wi-Fi eða bara alls konar sem að hlusta á það sem fer á milli okkar og vefþjónsins. Þannig að við sem client á vafranum okkar gerum einhverjar fyrirspurnir til einhver servers og það er allt saman bara fyrir opnum dyrum eiginlega ef við séum með HTTPS í gangi. HTTP Secure, HTTPS, það leysir þetta með því að senda HTTP yfir SSL eða TLS. TLS er það sem þetta heitir núna Transport Layer Security. Tala við, hann hefur skilríki sem ákveðið traust í, sem við munum aðeins fara betur í hvernig þetta traust og hvernig það í raun ekki alveg endilega alltaf til staðar, en það allavega þannig að það í raun opna samskipti við serverinn og svo skipst á lyklum og þetta fylgir þarna Diffie-Hellman og við fyrir ekkert nánar í það svo sem. En við það að gera þetta, þá erum við að fara að láta öll samskipti á milli okkar sem client og serversins vera örugg, vera öll kryptuð á milli, vera fyrir allt kryptað á milli. Og þetta náttúrulega getur verið gífurlega mikilvægt, þó svo við kannski segjum að við höfum ekkert að fela, en þá þetta bara og umræður og svona sem hafa spunnist í kringum þetta og það að það sé ekki verið að njósnum það sem að vera að gerast hefur verið bara gífurlega mikið í umræðinu upp á síðkastið. Svo erum við með annað hugtak í HTTP sem þessar efnissamningaviðræður eða content negotiation og við hlupum yfir það svolítið þurfum að fara yfir þetta en það eru svona accept hausar sem eru sendir á milli. Þannig að ég sem einhver client, ég sendi accept haus og við skoðum hver hann og við byggjum hérna ef við opnum hi.is þá sendi ég hausa hérna í requestinu mínu. Þannig að ég segi accept text HTML application XML og svo þetta eitthvað Q, image web P, stjarna Q 0,8. En þetta í raun til þess að ég sem einhver client geti sagt servernum á hvaða efni ég kann. Þannig að ég segi ég kann á einhverja manntípu, eitthvað text HTML og hversu vel ég kann á hana með gildi frá 0 til 1 og í raun hversu í hvaða röð mér finnst best að fá efnið. Og þá tekur serverinn við þessu og hann skoðar í raun, þú vilt hérna fá text HTML, application, XHTML og þetta með Q hérna 0,9 og svo stjarna Q 0,8. Þannig að þá þessi lína hér, hún í hærra, ég vil frekar fá hana en eitthvað annað sem stjarna Og þá þetta að nota þetta bæði til að fá í raun content-típunar, hvort ég fái efni sem textaskrá eða sem HTML eða sem JSON eða við getum notað þetta fyrir tungumál, þannig að við getum sagt ég vil helst fá efni á þýsku, svo á ensku og svo á íslensku. Og þetta til dæmis það sem við gerum ef við stillum vafran okkar á íslensku og þegar eftir við lent í því, allt í einu fá að fá sumar síður á íslensku eða fáum Google á íslensku eða þá að
eitthvað svona hlutinni fara að vera skringilegir. En þá samt stundum þannig að það ekki verið að horfa á þetta, þetta verið að horfa á yfirtölun okkar og verið að giska á hvaðan við komum. Þannig að ef við til dæmis förum með vélina okkar til einhvers annars lands, þá allt í einu breytist eitthvað, förum til Þýskalands, verður allt þýsku. Þetta svona kannski ekkert sérstaklega mikið notað á vefnum, en þegar við förum að skrifa svona vefþjónustur, þá getur þetta hjálpað okkur mikið til þess að sjá í raun, til þess að fá efni á því formi sem við viljum. Þannig að við getum sagt til dæmis að við viljum fá XML, eða við viljum fá JSON, eða við viljum fá texta, eða eitthvað annað. Og þessi einfalda hugtak, þessi negotiation, það ofta tíðum bara svona svolítið glansað yfir það og fólk fer að útfæra eitthvað sem í raun eins á miklu flóknari hátt. En hérna síðan svona einhver flóknari til að segja til í raun hvað nákvæmlega við viljum fá. En já. Svo erum við með auðkenningar og HTTP skilgreinir Basic Authentication. Þá þetta í raun það að við viljum senda með fyrirspurninu okkar eitthvað notendurnafn og eitthvað lykilorð og þá getum við gert það með Basic Authentication og þá sendum við í svona authorization header í requestinu okkar, username og password okkar, base64 encodað. En base64 encodun náttúrulega bara encodun sem fer fram og tilbaka, það ekkert mál að dekóda base64 encodun bara aftur yfir í venjulegan streng. Þannig að þetta ekki örugt að senda þetta svona, þá þetta lítið út fyrir að vera eitthvað skramblað, þá það ekki, þetta bara í raun til þess að leyfa binary gögnum að fara yfir. Og því verðum við að nota þetta með HTTPS. Þannig getum við sett inn í alla fyrirspurnir okkar í raun einhverja auðkenningu, þannig að við getum sendt áfram, fengið tilbaka eitthvað svona læst efni án þess í raun að vera með eitthvað session eða cookies í gangi. Þannig að þetta svona leið til þess að ná fram einhverju svona auðkenndu svæði án þess að vera með session. Svo erum við með aðrar auðkenningar eins og Digest og svo Kerberos og NTLM og þá þetta yfirleitt farið út í það að við erum að búa til einhverja tókena og þá það einhverja reglur sem við fylgjum til þess að búa til einhverja tókena sem við sendum síðan á milli. Svo reyndar sem eiginlega mest notað í dag í svona vefþjónustu samskiptum sem OAuth sem ég setti nú ekki þarna inn, það var frá kjánaskap. En síðan getur í raun serverinn sagt bara ég kann að auðkenna með þessum aðferðum og við sem client getum í raun valið þá aðferð sem við ráðum við frá þá öruggustu til minnst öruggustu. Þetta nú svona ef maður fer eitthvað að brasa við vef og sérstaklega þá við vefþjónustur, þá þetta yfirleitt það sem maður þarf fyrst að gera. Maður þarf að auðkenna sig á móti einhverjum þjónustum. Þannig að þá það þessi authorization header sem yfirleitt notaður í það. Síðan framtíðin fyrir HTTP var ekkert sérstaklega björt, af því það var ekkert verið að gera neitt að ráði. HTTP 1.0 kom út þarna 96 og 1.1 99, síðan var í raun engin framþróun fyrir en að Google tók það bara upp á sitt einsdæmi að búa til Speedy sem í raun var hugsað bara sem replacement fyrir HTTP og með það markmiði að auka hraða og öryggi, HTTPS default, allt þjappað, búið að minnka í raun traffíkina, alltaf opnar pípur þarna milli, alltaf persistent connection og Google bara fór í þetta, setti þetta upp, nýtti sér sína yfirburðastöðu, útfærið til Chrome, útfærið til öllum vefþjónunum sínum, fór að láta alla fyrirspurnir frá Chrome klientum til Google servera, farið gegnum Speedy og gat þannig að bara spara sér hellinga kostnaði bara í bandwidth og þetta síðan í raun ýtti í alla þessa svona standardspotti sem að sjá að staðla fyrir netið eins og IETF sem að staðlar HTTP og þeir fóru að vinna í HTTP 2 sem að núna bara í vinnslu
og var bara byggt á þessari vinnu sem að Speedy var búin að gera, eða þau hjá Google voru búin að gera, og í raun framtíðin fyrir þetta. Þannig á næstu árum, ef þið eru farið í web business, þá mun HTTP2 verða meira og meira svona relevant og það svona breytir ýmsum leikreglum sem við höfum verið eins og til dæmis að vera að þjappa saman öllu CSS-i og JavaScript-i og minifæja það og gera það eins lítið og við getum eða eins stóran pakka í sem fæstum requestum. Þannig að ef þú vilt frekar senda eitt request með öllu JavaScript-inu þínu, öllu CSS-inu þínu, þá í HTTP2 það miklu ódýrara að senda marga litla pakka fyrir þetta allt saman. Þannig að þetta verður mjög áhugavert og bara að gerast þessa dagana. Svona þessi yfirfærsla yfir í HTTP2. Já, svo næsta sem við ætlum svona aðeins að fara yfir og þetta svo sem ekki neitt sem að við þurfið að framkvæma. Við vorum með verkefni í fyrra sem var að tengjast vefþjónustum. Núna ætlum við ekki að vera með það, en hins vegar í lokaverkefninu gætu valið það að taka verkefni sem að tengjast vefþjónustum og það uppfyllir þessar kröfur sem settar á lokaverkefnið. En hins vegar vefþjónustur bara það mikið notaðar að það mjög mikla líkur á að þið munu snerta á einhverjum þeirra. Þannig ég ætla svona aðeins að kynna ykkur fyrir þeim. En W3C skilgreinir vefþjónustur sem software system designed to support interoperable machine-to-machine interaction over a network. Eða bara einhver tvö hugbúnaðarkerfi sem hönnuð til að eiga í samvirkum, interoperable samskiptum yfir eitthvað net. Og þá þessi interoperable samskipti skilgreind þannig að við erum með kerfi A, við erum með kerfi B og við ætlum að láta virka saman. Og fyrst í raun að vera með einhver svona að þau geti syntactically tala saman. Þau tala sama málið og geta skipst á gögnum. Bæði annað sendir JSON og hitt kann að taka við JSON. En síðan hitt í raun að vera með vita í hver merkingin í þessum gögnum sem að fara þarna milli. Þá fáum við þetta semantic interoperability. Við getum túlkað gögnin sem við erum að fá á milli. Oft tíðum það þannig að við horfum bara á einhver gögn frá einhverjum vefþjóni og við túlkum hann þannig að þetta þetta og hitt hitt. En það hafa verið gerað margar tilraunir til þess að skilgreina þetta alveg niður í hörgul og service-oriented architecture ein af þessum pælingum þar sem að þetta svona mynstur sem byggir á því að hugbúnaður veiti virkni sem þjónustu til annars hugbúnaðar. Þannig að það búið að skilgreina alveg alla þjónustuna. Þetta var rosalega stórt þetta fyrir mörgum árum og svona svolítið comeback í þessa dagana. Og til þess að eiga í raun þess að geta skilgreint svona þjónustur, þá þurfum við einhverja lýsingu á þjónustunum, lýsingu á samskiptunum, hvernig ætlum við að eiga í samskiptum á milli einhverja kerfa. Og til þess hefur verið notað WAF-SDL sem dæmi og þetta mjög stórt í Java og í .NET heiminum. En þetta svona lýsingamál á þjónustum, svona keimlíkt eins og SGML svona í þáttina. Það svona búa til eitthvað mál sem á að geta lýst öllum þjónustum sem hugsanlega verða búnar til þess að eiga í samskiptum á milli. Og þetta staðlað af W3C og þetta skilgreinir típur, þannig að við getum sagt ég með einhverja þjónustu, þú kallar eitthvað fall í þjónustu og þú fær tilbaka einhverja típu. Típan getur verið einföld, bara strengur eða tala, eða flókin, það getur verið einhver object sem inniheldur síðan einhverja einfalda típur. Aðgerðirnar og inntak og úttak þeirra og svo einhverja endapunkta, hvert á að kalla á þessa þjónustu. Þetta svona kannski svona hljómar einfalt og var í byrjun kallað simple, það SOAP, en þetta hljómar einfalt en í raun þetta mjög, svona getur þetta orðið mjög stórt og mikið sig
og það einhver svona tól sem að útbúa þá einhvern svona code generate, einhvern kóða út frá einhverjum svona service descriptionum. Þannig að við fáum einhver WFSDL skrár með lýsing og þjónustum, við tökum það inn með einhverju tóli og við fáum einhvern kóða og við notum þann kóða til þess að eiga sín í samskipti við þjónustuna. Og SOAP sem sagt protokoll til að skiptast á svona skipulegum gögnum sem eru skilgreindir þá eins og með svona WFSDL skjali í útfærslum á vefþjónustum og það notar XML og þá formið allt saman skilgreint í XML-i og síðan HTTP notað til þess að færa þetta XML yfir og við erum alltaf að pósta það einhverjum gögnum yfir á einhvern endapunkt. Og þetta stóð upprunalega fyrir Simple Object Access Protocol en þetta allt annað en Simple og þannig að því var hægt þegar að W3C tók við stöðlun á þessu. En SOAP eru svona, við getum ímyndað eins og eitthvað umslag sem við setjum einhver skilaboð inn í, setjum síðan einhverja hausa og eitthvað meginmál og þessir hausar getur til dæmis verið að við erum eitthvað WFS security, við ætlum að undirrita þetta umslag okkar áður en við sendum það, eða við ætlum að hafa eitthvað discovery, hvernig veit ég hvar þjónustu sem kunna tala við SOAP. En já, þetta náttúrulega megar ekkert sens þegar ég lýsi þessu fyrir ykkur á þess að þið hafið eitthvað að díla við þetta, en ég vona bara að þið þurfið þess ekki, að þetta eitthvað alveg skemmtilegt. Nema ef þið eruð í einhverjum svona umhverfi þar sem þetta rosalega vel stutt, til dæmis ef þið eruð í umhverfi þar sem .NET á báðum endum, þá ekkert mál að búa til bara einhverjum server, búa til vefþjónustur, nú reyndar hægt að nota SOAP, nota WFCF, en þá verður þetta bara svona, skiptir ekki máli, þetta verður bara eins og að senda gögn á milli klasa í forritunum hans. Það bara einhver server og við erum með einhvern client og þetta bara gerum einhver kall hingað og fáum einhver tilbaka. En það sem að þið munið og hafið í raun tekist á við eru svona REST-þjónustur og það náttúrulega búið að vera líka frekar svona mikið umtal og svona buzzword REST. En þetta stendur fyrir Representational State Transfer og var skilgreint í doktorsritgerð hjá Roy Fielding árið 2000 og þetta svona arkitektúrsstíll. Þetta svona meiri svona filosófía en kannski hugbúnaðargerð og alveg sama útfærslu og samskipti yfir það, hvernig við útfærum og hvernig við eigum í samskiptunum í endanum, heldur þetta að einblína á hvað við erum með, þá þessa hluti og svo samskipti þeirra á milli og svo einhverja takmarkanir. Þannig að vera takmarkanir, það verður svona konstreinta á arkitekturinn og út úr því fáum við hegðun sem svona æskileg og góð fyrir arkitektur á svona vefþjónustu samskiptum. En það eru 6 takmarkanir sem eru skilgreindar og þetta að það sé client-server. Það er einhver client og það er einhver server og við erum með stöðulaust umhverfi þannig að það ekki nein staða geymd á milli beiðna og milli clients og serversins. Við erum með, þetta cacheable, þannig að það hægt að geyma afrit af einhverju svari, þannig að einhver client gerir eitthvað kall, þá þetta að geyma í raun afrit af þessu svari og kassa það og svörin geta síðan skilgreint hvort það megi eða ekki. Þetta þarf að vera lagskipt kerfi, þannig að clientinn, hann veit ekki í raun við hvernig hann að tala í endan. Hann tala bara við einhvern server og það geti verið að hann sé einhver proxy server eða endaserverinn sem að gefur honum raunverulega svarið. Honum alveg sama því að hann fær alltaf bara svara á endanum. Svo það samræmt viðmót og það í raun þannig að við vitum hvað við erum með en við getum líka látið þetta vaxa óháð hvort öðru. Þannig að við getum látið einhvern client og einhvern server tala saman og svo getum við bætt einhverju við á servernum en clientinn, honum alveg sama. Það getur í raun orðið, það þarf ekki að vita og í hvert skipti sem serverinn gerir einhverjar breytingar og þarf ekki allir clientar að vita af þeim til þess að geta í raun brugðist við þeim. Þeir geta ennþá haft samskipti við serverinn.
Og svo seinasta takmarkunin að það sé kóði eftir þörfum. Þetta svona ekki krafist, en að serverinn geti sendt einhvern kóða sem keyrður á client til að einhvern veginn enhansa virkni hans, auka við virkni hans. Þetta nú yfirleitt ekki nota. Svo þetta samræmda viðmót sem grunnurinn að hönnun á REST þjónustu og 4 atriði þar. Við erum með einhverjar auðlindir, einhverjar resursa og við auðkennum þær. Þannig að við einhvern veginn kóðum alla resursuna sem við erum með í einhverjar ákveðinni framsetningu. Við erum með einhverja færslu og við segjum að hún eigi sér texta og við þurfum ekkert endilega að við erum ekkert með sjálfan resursin. Þessi færsla gæti átt sér eitthvað ID, hún geti átt sér einhverja dagsendingar eitthvað. Við fáum eitthvað svona representation á henni, ekki auðlindina sjálfa. Og síðan vinnum við með auðlindina í gegnum þessa framsetningu. Og ef að ég client sem þekki það hvernig einhver auðlind framsett, á ég að vita nógu mikið til þess að geta breytt henni. Þannig ég með einhverja færslu og ég veit að eitthvað textafíld og ég breyti því textafíldi og ég sendi aftur á serverinn, þá ég að fara að gera breytingar á auðlindinni á textanum í gegnum þessa framsetningu. Svo erum við með sjálflýsandi skilaboð. Við vitum alltaf, ef við gerum einhverja villu, þá vitum við nóg til þess að geta leiðrétt villuna og haldið áfram. Og svo koncept sem HTOS og það stendur fyrir Hypermedia as the Engine of Application State og í því felst að clientinn þarf engar frekari upplýsingar en það sem hann fær í byrjun. Þannig að ef ég einhver client og ætla að einhver samskipti með einhvern server í gegnum REST, þá þarf ég bara að vita hvar þessi server til staðar. Og svo ger ég beiðni á hann og ég fæ tilbaka nægar upplýsingar til þess að geta haldið áfram. Þannig ég svona leiddur áfram í gegnum uppsetninguna og uppbygginguna á servernum. Og þetta nota síðan Hypermedia, eða bara eins og við erum talað HTML eða svona Hypermedia, tengla til að fara áfram. Þannig að við fáum einhverja tengla og við fáum einhverjar upplýsingar og við höldum áfram og við vitum hey, þetta get ég gert. Ég elti það og ég veit í raun hvað ég get gert. En þetta í raun bara eins og vefurinn virkar. Vefurinn sem slíkur stærsta útfærsla á svona REST-arkitektur og fielding sem sagt einn af aðalhöfundum HTTP og þetta voru náttúrulega miklar spekulationir sem það voru að fara í gegnum hann á sínum tíma. Og á vefnum við að nota URI fyrir auðlindirnar okkar sem þá þessi nafnorð, eins og post eða comment eða user eða eitthvað. Svo erum við content types eins og text HTML eða JSON eða XML til þess að vera með framsetninguna á auðlindunum. Og svo erum við með HTTP aðgerðir til að tilgreina hvað við erum að fara að gera. Og það eru þá sagnirnar sem við erum að fara að gera. Við erum að fara að setja einhverja content típu á eitthvað URI til þess að gera einhverjar breytingar eða sækja eitthvað eða eiga í samskiptum. Og svo til þess að uppfylla restina af þessum takmörkunum þá HTTP með skilgreiningar fyrir caching, auðkenningu, content negotiation og svo framvegis. Þannig að þarna getum við átt í þessum samskiptum. Þetta náttúrulega miklar þetta mjög fluffy hugtök allt saman og svona að gera sér grein fyrir á þess að ég fá einhver konkrét dæmi. En ég ætla að taka 2 og sjá hvort að fái aðeins meiri skilning á þessu. En já, kannski áður að REST ekki að skilgreina neina útfærslu. Þannig að við getum notað það sem við viljum til þess að eiga þessum samskiptum. Fyrst sinn var alltaf XML, en núna JSON út allt. Og öll þessi skilyrði ekki alltaf öll uppfyllt og þá í raun oft talað RESTful þjónustur, ekki fully REST og hérna
fín grein það að vera ekki Rastafarian sem einhver svona dogmatic aðili sem að vill bara allt sé 100% rest, að það með ekki blanda saman neinu að því að þessi resource ekki þessi resource, þannig að það má ekki vera neitt, má ekki blanda, má ekki svona gera þetta suppulegt, það þarf alltaf að vera fullkomið eða vera svona pragmatisti sem að leyfi sér að gera breytingar og stíga út fyrir þessa beinu leið sem að Rastafariarnir vilja fara eftir götu, já, ég fara oflangt með þetta. En þessi ætlaði einfaldleiki heillandi að fólk að koma úr þessu sópheimi, þar sem að alltaf þegar þú ert að fara að gera einhverja þjónustu, þú ert að vera með risastórt XML-skjal sem skilgreinir allt sem að hægt að gera. Og ef ég ætla að bæta við nýju falli og kalla ég það í einhverjum client, þá þarf ég að búa til nýtt svona service description með WAF-STL og ég þarf að tengja þetta og þetta verður svona rosalega bara þungt. Á meðan að REST geti bara bætt við nýrri slóð. Alveg eins og þegar við að nota vefinn, þá vitum við bara að ég fer inn á hi.is og ég veit ekki að inn á hi.is einhver síða það hverjir eru deildarforsetar. Mér alveg sama. Ég ætla bara að sjá stundatöflur. Þá finn ég þær bara með því að skoða vefinn og klikka á link og fylgi honum. Þannig að ég get valið með mína leið og ég þarf ekki að vita alla heildina. Ég þarf ekki þessa heildamynd. Ég fylgi bara linkum og kemst á vonandi á endastöðu á endanum. En til dæmis að við erum með eitthvað svona blokkkerfi og við ætlum að vera með það á einhverju slóð. Og þá gætum við gert beiðni á slóðina og það myndi sækja alla blokkfærslur með einhverju ákveðinni framsetningu. Þannig ef ég geri get kall á slóðina og með accept bara text HTML, þá fá ég fram texta útfærslu með útliti og öllu af blokkinu, en ef ég myndi setja accept headerinn minn á JSON, þá myndi ég fá það með JSON. Svo get ég postað á þennan stað og þá getum við búið til nýja færslu ef við vitum á hvaða formi hún þá út frá einhverju JSON-i til dæmis og við gerum þessa post, fáum tilbaka svar, til dæmis 201 created ef allt gekk eftir. Svo getum við fengið 400 villur ef við erum að lenda í vandræðum. Við erum ekki með rétt form á gögnunum okkar og þá erum við að nota HTTP statuskóðana til þess að láta vita hvað fór úrskeiðis. Og svo getum við verið með staka færslu og svo getum við sótt hana og þá erum við að fá bara þá færslu og á þeirri framsetningu sem við biðjum Svo getum við skipt færslunni út. Við getum uppfært hana með því að nota put eða við getum eytt henni með því að nota delete. Þannig að þetta erum við að nota í raun þessar sagnir sem HTTP gefur okkur til þess að eiga við efni. En þegar maður að gera fyrir að vinna við svona vefþjónustur og skoða þær og já, eins og við gerðum hérna á apis.is þá þetta alltaf tíðum að maður að prófa að senda eitthvað inn og fara eitthvað tilbaka og maður svona að reyna að gera sér grein fyrir því hvað í gangi, hvernig lítur, hvernig virkar þessi framsetning, eins og hvernig eru þessi gengisgögn sem við vorum að skoða þarna, hvernig framsetningin á þeim, að það var í raun bara JSON framsetning á gögnum sem í raun og veru ekkert, þú getur settur upp á marga mismunandi vegu. Það var tekin ákvörðun að setja upp á einhvern ákveðinn veg og maður þarf svona að læra hver semantíkin í þeim og þá getur maður nota svona tól eins og Postman sem getur gert HTTP fyrirspurni fyrir mann. Svo ef við ætlum að nota Node.js til þess að tengjast við einhverja svona vefþjónustur, þá request library sem að býður okkur upp á það og það en útfærir HTTP og mjög þægilegt í vinnslu. En fyrir þá sem eru mjög hugaðir þá hægt að lesa hérna doktorsritgerð Fielding á vefnum auðvitað. Svo hér mjög svona góð grein sem tekur bara mjög konkrét dæmi það hvernig væri að útfæra
hús með REST og það furðu skemmtileg lesning. Og svo svona dæmi eða greinar hérna sem að fjalla REST og svona algenga hluti sem maður lendir í vandræðum með. En síðan svona til þess að kannski taka enn meira konkrétt dæmi, þá GitHub með mjög skemmtilegt API sem að hérna þægilegt að nota. En hérna ég með Postman og ég ætla að gera hérna nýtt request. Hendi þessu. Þetta þessi tól þar sem við getum gert. Við getum búið til okkar eigin HTTP request. Og það líka hægt að nota tólið svo curl sem til í hérna á Maca og Linux og þetta að fá líka fyrir Windows. En þá erum við alltaf að gera ekki command line sem svona leiðilegt. Ég hef litla þolinmæði fyrir slíku og nota þetta yfirleitt. Og þannig hérna getum við í raun bara valið hvaða verb við ætlum að nota og svo setjum við urlið hér og svo getum við hérna sendt requestið okkar á stað og hérna gerir ég request á API hjá GitHub og ég fæ tilbaka JSON og þá sjáum við hérna að það ég get nú ekki minnka þetta meira, að þetta hlutur sem með fullt af linkum, eða urlum hérna. Þannig að við sjáum current user url, current user authorizations, HTML url og svo framvegis hérna emails url, emojis url. Þannig að þarna veit ég veit bara hvar staðsetningin á API-inu hjá GitHub Ég veit bara að það api.github.com og ég geri eitt get þangað og þá fæ ég tilbaka linka yfir í aðra staði sem ég get farið inn á. Svo getum við prófað hérna að setja options og þá segir okkur ekki hvað, hérna við getum get, post, patch, put og delete á þennan endapunkt. Þannig að options svona leið til að fá að vita hvað í boði. Þannig að við gerum hérna bara aftur get og við getum prófað að elta einhvern af þessum linkum. Hérna getum við emojis, þá sendum við, þá fáum við tilbaka hlut sem inniheldur lista af öllum studdum emojis hjá GitHub. Ok, kannski ekki sérstaklega spennandi. Svo hérna eitthvað events og við sendum á það og þá fáum við í raun alla public eventa sem að gerast á GitHub. Þannig að alltaf þegar einhver að pússa eða gera í raun eitthvað á móti GitHub, þá einhver að gera breytingar, býta nýtt pull request sem að svona leið til þess að senda kóð á milli og fá samþykki fyrir honum eða committa einhverju, gera einhverja nýja breytingar á ákveði repository að þá, ef það public, þá það í raun aðgengilegt hérna í gegnum API-in. Þannig að þá fáum við í raun eitthvað svona representation á þessum eventum. Þannig að hérna einhver push event, það einhver aktor sem þá leið til þess að hérna, segja hver þetta einhver notandi með eitthvað notandanafn og hann með eitthvað ID og hann með eitthvað url til þess að komast inn á hver þetta og hérna einhver á mynd af honum. Hann að gera einhver aðgerð hérna á eitthvað ákveðið repository og hann að senda eitthvað ákveðið á þetta og þetta eitthvað push með eitthvað ákveðið ID. Það með eitthvað ákveðið mikið af committum í sér. Hérna kemur committið sem verið að senda yfir. Þannig að þarna verið að gera einhverjar breytingar og við sjáum í raun, þarna búið að representa hvernig commit lítur út, hvernig notandi lítur út, hvernig repo lítur út og með því að vita þetta þá getum við til dæmis prófað að pússa á eitthvað ef við myndum skoða það nánar þarna og komast að hvernig við auðkennum okkur og við gætum sendt upplýsingar með því að búa til JSON sem bara eins og þetta og svo sjáum við, svo koma bara fleiri og fleiri eventar og svo hérna til dæmis eins og late
sjá, user search, þá hérna til dæmis búið að einhvern veginn embedda í urlinu að við leitum hérna users, svo kemur eitthvað query string og hérna q jafnt og query og svo kemur hérna og page og per page, sort og order. Þannig að þarna einhvern veginn, þetta svona ad hoc stall yfir það hvernig við getum látið vita hvað við þurfum að skrifa. Þannig að núna get ég bara hent öllu út hérna og skrifa hérna query. Þannig að ég gerir ósk og hérna fæ ég notandann minn. Svo er spurning hvort ég fá einhverju fleiri. Nei, það jú, hérna, ósk og fullt af einhverjum með þetta í login-nafninu sínu. En þarna til dæmis erum við að fá mjög mikið tilbaka og það getur verið, ef við leitum að einhverju John, að við fáum bara þúsundir af notendum og þá er hérna nýtt það að það er header hérna sem segir til á hvaða síðu er næsta niðurstaða. Þannig að við getum ekki verið að sjá alla notendur af því það væri bara fleiri tugir megabæta af gögnum og við fáum bara þessu skipt niður í síður. Þannig að við fáum eina síðu sem er bara fyrstu stökin eftir því hvernig við báðum að þessu verið raðað eða hérna hvort það sé búið að snúa sig við ekki og svo fáum við hérna í hausunum, í link-headernum relationshipin við í raun næstu síður. Þannig þetta er bara eins og við höfum opnað þetta á GitHub webnum, þá höfum við fengið bara svona neðst niður í einhverju svona stiku þar sem við getum ítt á bara next eða valið einhverja ákveðna síðu til að fara á. Þannig að hann er búið að embedda þessar upplýsingar í bara HTTP. En já, þegar og ef þið farið að vinna með svona vefþjónustur, þá er alveg bara 1, 2 og 3, sækja sér eitthvað svona gott tól og skoða hvernig landið liggur og sjá hvernig upplýsingarnir eru, sjá hvernig maður á að auðkenna sig. Við getum til dæmis hérna sent hérna getum við bætt við headerum, þannig að ég get til dæmis sagt hérna authorization headerinn hérna, og þá get ég sagt hérna, til dæmis ef við varum að nota OAuth, þá get ég sagt hérna einhvern bearer token og þá getum við lært þetta og ég raun bara vita út í hvað, við hvað við erum að eiga við. En tökum smá pásu núna og förum svo í hérna Node og Postgres, aðeins meira konkrét og skemmtilegt.
Það eru nokkur, eitt atriði sem ég sleppti hérna þegar við byrjuðum að fara yfir Nót sem er þess virði að allavega nefna og að þið svona, ef þið haldið eitthvað áfram að vinna með Nót þá er þetta eitthvað sem er mikið notað og það eru svona straumar, streams. Og þessi hugmynd er fjörgömul og var mikið notuð í Unix og þessar pælingar að taka hlut og pípa þeim yfir í annan hlut. Þannig að einhvern tímann notað grepp og vera að nota skel til þess að leita einhverjum hlutum og og þá getið þið pípa niðurstöðuna úr einhverju ákveðnu falli yfir í eitthvað annað og klassíska er svona að vera að leita að einhverju og að greppa fyrir því. Þannig að hérna erum við með einhverjar skrár og ég ætla að finna alla skrár sem byrja eða innihalda eitthvað P. Þannig að þú getur gert LL og þú getur gert pípu, grepp, P. Þá fæ ég þessar niðurstöður sem eru í þessu hérna setti, pípa því síðan yfir í grepp sem er forrit sem að leitar að einhverjum ákveðnum streng og ég leitaði að P og fæ þá hérna allar þær fæstur sem að innihalda P. Þannig að hann er að taka eitthvað, streyma því inn í eitthvað annað forrit sem ég get síðan streymt inn í annað forrit og haldur svona áfram þangað til ég kemst að einhverjum stað sem ég langar að vera á. Og þetta passar vel við þessa hugmyndafræði að einbeita sér bara að einhverju einu verkefni og gera hann vel og síðan annan hlut, gera hann vel og svo streyma hugsanlega einhverjum gögnum hann á milli og búa síðan til stór kerfi úr mörgum litlum. Þessi hugmyndafræði. Og svo þegar við erum með svona asynchronous I.O. eins og er mikið notað í Node.js, þá virkar þetta líka vel að því að við viljum viljum oft taka einhvern hlut og viljum ekki þurfa að vinna með hann allan einu, við viljum geta strengt honum einhvern veginn svona á milli. Og dæmi þetta til dæmis að ef við ætlum að lesa skrá án þess að vera með án þess að streama henni, að þá getum við gert hérna reyndar þetta sé gamalt dæmi sem við ætlum að stjórna aðeins, en þá tökum við eitthvað skjal og við lesum það allt upp og við lesum það allt upp í minni og svo þegar allt komið í minni þá gerum við eitthvað við það. Og þá skiptir ekki máli hvort að skjalið sé 1K eða 1 GB, við myndum alltaf vera að lesa allt upp í minni og síðan senda það áfram. Og náttúrulega ef að skjalið er risastórt þá getum við mjög auðveldlega lent í vandræðum bara ef það eitthvað kemur upp og ef við ætlum einhvern tímann að reynda að horfa á vídeó þar sem við þurfum að byrja á því að downloada öllu vídeóinu áður en að þið getið ítt á play, að það er miklu slakari upplifun en það geta byrjað leið og við fáum eitthvað. Það er komin einhver straumur til okkar og það er byrjað að senda okkur einhver gögn og við getum strax byrjað að spila eða við getum strax byrjað að downloada einhverju skrá. En þá getum við gert það með straumum í Node.js og þeir eru þá yfirleitt þannig að við erum með svona read strauma eða write strauma er svona yfirleitt verið að vinna með og hérna getum við þá búið til einhvern vefþjón og þá erum við bara að nota þarna HTTP til að búið til einhvern server og hann er með hana request og response og hérna getum við búið til svona lestrarstraum á eitthvað skjal og fáum þá einhvern straum hérna og svo getum við pípa þessum straum yfir í responsið. Þannig að við erum að lesa eitthvað ákveðið úr skjalinu og sendum það síðan yfir í responsið. Þannig að þá getur einhver client sem er einhverjum öðrum enda, hann getur byrjað að taka við gögnunum leið og við streymum því frá okkur yfir í HTTP streymin. Og þetta er síðan kannski kunnulegt að þetta pipe er sem mikið notað í Gulp til þess að taka einhverja niðurstöður úr einhverju ákveðnu. Við segjum eitthvað source, einhver skjöl, einhver SCSS skjöl eða öll JavaScript skjöl. Svo pipum við því yfir eitthvað annað sem er þá kannski JS hint. Það gerir eitthvað ákveðið við þetta sem pípar síðan áfram í eitthvað annað
sem birtir okkur það að það sé einhverjar villur eða ekki, eða þá að við erum að compile einhverju SCSS-skjali yfir í CSS og kópar síðan niðurstöðuna því yfir einhverja aðra möppu. Þannig að það það sem að Gulp gerir og svona streaming task runner, að hann alltaf að vinna á þessum straumum. Hann ekki að bíða eftir því að lesa upp öll skjölin, taka síðan öll skjölin og bíða eftir því að þessu öllum kompilað og svo öllum villucheckað og svo öll vistu einhvers staðar. Þetta bara streymir þetta í gegn. Sem gerir það verkum að þetta alveg ferlega hratt. Þannig að alltaf þegar við erum að bíða eftir einhverjum svona, þá erum við alltaf að búa til einhverja buffera. Eftir því sem bufferarnir eru stærri, þeim lengur erum við að bíða. En svo hann Substack og ef að þið farið eitthvað að ná einhverju í Modula og lesa eitthvað til Node, þá hann munið rekast á hann þegar hann svona fáránlega afkastamikill. Hann með yfir 600 pakka á NPM frá bara alls konar litlu doti upp í hluti sem eru mjög mikið notaðir. Og hann með svona stream handbook sem bara allt sem þarf að vita strauma í Node.js og mjög skemmtilega aflestrar. En svo annað hugtak sem líka mikið notað í dag í Node.js. Það eru promises og þetta eru svona mónadar, ef við erum að taka að hafa tekið forritunarmál. Þetta eru svona continuation mónadar sem eru notaðir til þess að samstilla asynchronous kóða. Þannig að við höfum verið að vinna með svona callback þar sem við erum alltaf að bíða eftir einhverju ákveðnu og rekra við því. En ef við erum nota promises þá erum við að reyna að búa til svona mónad sem staðgengill einhver gildis sem að mun koma í framtíðinni. Og þetta getur auðveldað okkur að vinna með asynchronous kóða þegar við getum meira unni með hann eins og bara svona procedural kóða sem við bara keyrðum línu fyrir línu. Og við erum ekki alltaf að hoppa fram og tilbaka í forritunum okkar til þess að vita hvað í gangi, sem getur orðið mjög ruglandi. En þetta var í fyrstu útgáfum af Node.js og í rauninni fyrstu kynningunni á Node.js sem að Ryan Dahl var með, þá sýndi hann að promises væru svona first class citizens í Node, en svo var bara útfærslan ekki nógu góð og var tekin út. En kom inn aftur núna í Node.js 4.0 af því að þetta orðið natively stutt í ECMAScript 6. En það hafa alltaf verið einhverjir sem hafa verið að nota, einhver library sem hafa verið að nota svona callback, verið að nota promises, en callbacks voru svona og eru ennþá svona mest notaði paradigmið það hvernig við erum að vinna með asynchronous kóða. En það síðan búið að staðla þetta promises viðmót í JavaScript og það heitir promises A+, og það segir bara ef því ég með einhvern promises hlut, þá hann með þessi föll og hann hefur þessa virkni og ef við gerum svona og það kemur upp villa þá gerist þetta. Þannig að við vitum hvernig þessi hluti virka. Þannig að það voru mjög margar svona, ekkert voðalega mikið mismunandi en samt það nógu mikið mismunandi útfærslur að það var erfitt svona að nota þetta einhverju viti. Eitt library sem búið að vera mikið notað Bluebird sem með mjög hraða stöðu og útfærslu á promises og eitt stærsti kostur við það að það hefur svona leið til þess að láta library sem ekki styðja promises. Þannig að við getum í raun notað svona callback kóða af því að það hefur alltaf sömu gildin, það alltaf eins hvernig þetta að koma inn. Við erum alltaf með þessi callback sem að fyrstu hluturinn error og hlutirnir eftir þeim eru einhver skilagildi og það þetta varpa því yfir í promise. Og þá þetta að nota svona promisify all. En hvernig þetta síðan lítur út, þá kannski bara skemmtilega að hoppa yfir í actual kóða sem að gera eitthvað. Sjá, ok, hérna erum við með, ætlum við, verkefnið það að við erum með eitthvað skjal á disk, eitthvað data.json, við ætlum að lesa það skjali upp og það gæti hugsanlega ekki verið, við getum ekki lesið það, þannig að það getur komið upp einhverja villur hérna og það gæti verið þessi einhverja villur í bara JSON, JSON forminu á skjalinu
og þá viljum við logga það út, en annars viljum við raun logga út gildið sem í skjalinu. Þannig að þá byrjum við á því að við skilgreinum hérna callback á það að lesa skjalið, hérna data.json sem hér, og við setjum þetta á event loopuna og við gefum þessu callback. Og hérna erum við bara með eitt callback, en þetta verður samt nógu mikið vesen, af því að þá viljum við síðan athuga, hérna þurfum við að vera með bransa á flæðinu okkar, þannig að ef við erum með villu, þá viljum við láta vita af villunni, til dæmis að skjalið ekki til eða einhverju hérna, heimildavandræði á okkur, þá látum við vita því. Annars, þá ætlum við að gera eitthvað annað. Og þá ætlum við að reyna að JSON parsa þetta skjal, þannig að þetta hérna geti kasta villu ef skjalið okkur inniheldur eitthvað ólöglegt JSON. Og ef þetta gengur, þannig að við fáum ekki exception úr þessu, fyrir þar alveg ekki hér í CATS-blokkina, þá getum við skrifað út niðurstöðuna. Þannig að raun og veru það sem maður að gera, lesa upp eitthvað skjal og birta einhverjar niðurstöðu hérna. En svo rosa mikið af einhverju svona þannig kring bara þess að bregðast við því sem geti komið upp. Þannig núna ef við gerum hérna node fs.js, þá fáum við hérna prentu út það sem í skjalinu. En ef við látum triggerum einhverja villu hérna, skjal sem ekki til, þannig að þá kemur hérna unable to read file, þannig að þá förum við hér inn, þegar callbacki kallar, förum við hér og keyrum ekki else-blokkina. Og svo svipað, ef við erum með villu í JSON-inu, þá fáum við hérna invalid JSON in file. Og þá það út af því að við fórum hérna inn, gátum lesið skjalið, en hérna kom exception og við fórum í þessa línu. Ok, svo getum við breytt þessum kóða, sem svona, bara eitt callback, en samt nokkrar aðgerðir í gangi, yfir í promisefied kóða, og þá erum við hérna að nota Bluebird, og til þess að geta nota þá promises með file system library-inu, þá getum við nota hérna promisify all, og það tekur það bara inn require statementið og bara galdrar fyrir okkur svona promises viðmót ofan á þetta. Og þá getum við síðan skrifa kóðan okkur svona, að við byrjum hérna á fs, read file asynchronously, aðgerðin mun heita það sama hún hér, nema mun vera appenda með async, keyrt asynchronously, þannig að við keyrum hérna read file asynchronously, við þurfum ekki að gefa callback, að það callback sem við gefum inn hérna búið að breyta yfir í promise viðmótið, þar sem við erum með then, þannig að við segjum lestu þetta skjal, svo skaltu keyra JSON parse, svo skaltu keyra fall sem tekur við niðurstöðunum úr þessu hérna og prenta út successful JSON og gögnin. Þannig að þetta hér mun skila okkur gögnum, skila okkur einhverju gildi, það síðan sendt yfir í þetta hérna fall, þannig að þetta í raun fall, eins og við sjáum hérna, þetta fall sem tekur inn eitt gildi og skilar okkur einu gildi, þá það hérna, það tekur inn gildið úr fyrri blokkinni hérna, sem bara skjalið sjálft, passar það og hendir síðan áfram keðjuna í næsta then, og það funksjón sem tekur við JSON-inu og loggar það út. Og svo erum við með villu meðhöndlunina, þá kemur hún hérna fyrir aftan og í Bluebird þetta með, getum við meira segja ekki bara skilgreina CATS sem þá í raun að taka við einhverju villusteiti, heldur getum við líka sett hérna típuna af villunni. Þannig að syntax error exceptionið sem að JSON pass kastar ef það einhver villa í JSON-inu, og þá loggum við bara út að þetta sé invalid JSON, og svo erum við með hérna promise operational error, að það sé einhver villa í keyslu, þá í hérna því að lesa skjalið, og þá prentum við aðra villu. Og svo getum við sett eitthvað svona í endan, eitthvað svona almennt bara, eitthvað almennt villu meðhöndlunar fall, sem gerir þá eitthvað ef þetta ekki af þessari gerð. En ef við keyrum þetta þá hefur þetta í raun sömu semantík og hitt
dæmi sem við tókum, nema ég var búinn að henda Node Modules. Og þetta leyfir okkur að hugsa kóðan okkur svona línulega. Þannig að við lesum þetta bara niður hérna og tökum síðan villu meðhandlunina hérna. Þannig að þetta eftir að hafa prófað að skrifa báða týpur í töluverðan tíma, þá þetta alveg miklu betra. Og ef við gerum þetta núna, þá fáum við hérna gildið úr þessu, svo prófum við að gera eitthvað hérna, unable to read file, og ef við prófum að gera einhverju villu í gögnunum okkar, þá fáum við invalid JSON. Þannig að þetta sem hægt að gera fyrir samskipti við gagnagrunn sem við ætlum að fara næst og í samskiptum við vefþjónustur og í rauninni í öllum þessum tilvikum þar sem við erum með svona synchronous kóða. En þetta ekki, ég ætla ekki að fara að leggja á ykkur og fara að setja þetta inn í ykkur. Að þið setjið ykkur inn í þetta. Þetta var ekki gott. En hérna, aftur, ef að þið farið að vinna með þetta eitthvað meira, þá þetta alveg eitthvað sem þetta dýfa ykkur í og nota. Ok. Svo það Postgres. En þið eruð líklegast búið með að hafa tekið gagnasafnsfræði og það náttúrulega töluvert, allavega þegar ég tók það var það töluvert mikið bara svona teóría og ég ætla bara að geyma hana alveg. Ég ekkert voðalega góður í gagnagrunnsfræðum en ég ætla meira svona að horfa á þetta praktískara og setja upp bara Postgres og nota síðan Node til þess að insert einhverjum gögnum og select upp einhver gögn. Þannig að það voða skemmtilegt að geta haft í raun einhverja gagnageymslu þar sem að við getum gert eitthvað meira en bara svona statísk kerfi sem allt deyr þegar eitthvað session rennur út eða eitthvað svoleiðis. En Postgres sem sagt open source gagnagrunnur sem mjög útbreiddur og mjög mikið notaður. Hann ekki svona RDBMS, heldur Object Relational Database Management System. Hann notar svona klasa og erðir. Ég hef nú aldrei ég vil bara nota þessa relational gagnagrunn sem nota bara sem relational gagnagrunn. En hann ACID og útfærir mest allan SQL staðalinn, þannig að við getum gert svona select og insert og update og delete, sem bara það sem við munum gera, ekkert meira en það svo sem. En það alveg stuðningur fyrir, við getum verið að skilgreint fullt af constraintum, foreign key, primary key, við getum verið með indexa, við getum verið með view og materialized view og alls konar sniðugt stöf hana. Svo týpur í Postgres sem þá í raun hvernig við skilgreinum gagnagrunn okkar og hvað við erum að fara að geyma og það alveg gomma af þeim. Það til dæmis að geyma fylki og það að geyma JSON gögn sem þá hægt að bæði geyma og selecta upp úr sem að svona eitthvað svona hybrid á milli þess að vera relational og einhver svona ekki relational gagnagrunnur. Svo það geometrískar týpur, sem við getum geymt hnit og þá getum við selecta til dæmis ef við erum að geyma hnit í GPS-hnit, þá getum við selecta bara inn á einhverjum ákveðnum radius og svona alls konar sniðugt ef við fara að vinna með svona GIS-gögn. En við munum svona bara halda okkur við einfaldar týpur nema því viljið fara að gera eitthvað flóknara og við munum skoða tölulegar, sem sagt integer eða serial sem þá svona auto-incrementing tölur, stafi og dagsetningar. Þá það, við munum nota hérna varchar eða text. Þetta við ætlum að fara að geyma Unicode-gögn, svona variable length á char og svo timestamp with timezone. Svo hérna yfirleitt yfir allar þessar týpur í góðri dokumentasjón sem að fylgir og til fyrir Postgres. En þegar við erum að vinna með Postgres, þannig að fyrst við að sækja og setja upp og það bara tiltölulega einfalt. Við getum sótt það bara frá postgres.sql.org og sækjum þetta og þetta til fyrir Windows og macOS. Á macOS hægt að nota Homebrew sem ég mæli með að nota. Þá þurfum við að fara og setja fyrst upp Homebrew
sem rosalega þægilegt yfir höfuð ef þið hafi ekki notað það. En þá keyrum við bara brew install Postgres og þá er þetta bara komið. Nema að við getum þurft að nota eitthvað svona tól til þess að hjálpa okkur við að starta upp gagnagrunnum, af því það fer ekki inn sem svona þjónusta og þá eins og ég að nota svona launch og rocket hérna og þá ég hérna með að starta Postgres og svo getur þetta keyrt fyrir mig alls konar annað dót. Þannig að núna hann að keyra og hann keyrir sem root og hann keyrir þegar ég logga mig inn í vélina. Þannig að hann alltaf að keyra í bakgrunni og ég get notað hann þegar ég þarf þess. En síðan á Linux, ef þeir að keyra svoleiðis, þá Postgres yfirleitt bara sett upp fyrir mann. Þannig að maður þarf ekkert að eiga við neitt. Maður þarf bara logga sig inn og setja upp einhverja töflur og einhverja gagnagrunum til þess að leika sig með. En til þess að gera það, þá höfum við tvennt. Við höfum PGSQL sem svona command line interface aðgangur að Postgres. Þannig að við getum í raun bara opna hérna einhverjar skil, bara PGSQL. Nei, ok, það er leitt. PSQL og það þarf að gefa þessu upp svona eins og með öll svona önnur svona command line tól, þá þarf maður að kunna á þau og ég hef yfirleitt ekki þolinmæði svoleiðis en ef að þið hafið það og eru svona áhuga fólk það, þá hérna mjög gott tutorial það en svo hægt að fá tól sem heitir PG-admin sem bara svona grafískt viðmót ofan á í raun þessar aðgerðir á Postgres. Það við þurfum að sækja það sérstaklega, það hérna pgadmin.org, þá það bara hérna, þetta bara open source og við sækjum þetta og setjum þetta upp hérna og þetta fylgir með flestum útgáfum á Linux og þá getum við í raun opna sig svona tól, pgadmin og opnum hérna localhost. Þá þetta í raun, ég búinn að setja upp gagnagrunnin, eða setja upp í raun tólið og það opnast hérna á localhost. Ég get farið hérna í new server registration og ég get sagt bara hérna localhost og yfirleitt þurfum við nú ekki meir en þetta. Og svo get ég tengst inn á Postgres og þá get ég farið að búa til gagnagrunna og gert eitthvað svona sniðugt. Þá getum við farið hérna og gert new database og bara demo 2. Þá ég komin hérna með þennan gagnagrunn og hérna eru svona upplýsingar það hvað í gangi með hann en það sem við viljum fara undir schemas, public og svo hérna tables. Þannig að þetta eru töflurnar okkar og það hérna fullt af öðru dóti sem við erum svo sem ekkert að fara neitt að fikta neitt með en áhugavert, engu síður. Og nú getum við farið hérna og gert nýja töflu. Getum við bara test, við erum svo frumleg. Og þá erum við hérna komið með einhverja töflu en hún hefur enga dálka, sem hérna 0 columns og þá nú yfirleitt það fyrsta sem við viljum gera að búa til einhverja dálka og þá getum við komið hérna og þá erum við farin að skilgreina í raun bara dálkana í töflun okkar og hvaða gagnatýpu við viljum hafa á þeim. Þannig að við getum haft eitthvað ID-dálk hérna, við getum haft hann serial, þannig að hann stækkar með hverri insert sem sett inn í hann. Svo hérna, þetta gerir eitthvað alls konar annað. En ok, nú erum við komið ID hérna, svo getum við farið properties, já, svo hérna á töflunni, nú getum við farið hérna í constraints, við viljum bæta við primary key og þá veljum við hérna ID og add, ok. Þannig að núna erum við komið með töflu með einum dálk sem integer og serial, þannig að hann stækkar sjálfkrafa, hann primary key, hann ekki null. Þannig að núna ef ég fer hérna og nú get ég keyrt hérna, ég get valið, ef ég hægri smelli á töflunar, get ég valið hérna scripts
þá getum við fengið forskrift að öllum þessum aðgerðum sem við erum að gera og mig langar að insert einhver inn í gagnagrunninn. Þannig að þá fæ ég hérna eitthvað bilað, af því að þetta ekkert sérstaklega nýmóðins útgáfa af þessu. En svo getum við líka gert hérna view data, view top 100 rows, þá fáum við það og hérna sjáum við í raun að það ekkert í töflunum okkar. En ef við bætum við einhverjum öðrum dálki til þess að hafa nú aðeins meira gaman hérna, text, og þá getum við haft hann hérna bara sem af datatypinu text, þannig þá þetta bara í raun texti af einhverri stærð sem fer hérna inn. Við bætum honum við og bætum við öðrum dálk hérna, bætum við date, sem time stamp with time zone. Það gott að venja sig á hann að nota þessa típu, af því ef við fyrir einhvern veginn að eiga við í raun time zone, þar sem við erum ekki bara að nota GNT eða UTC sem svona auðvelt fyrir okkar að hugsa heldur erum við notendur í einhverjum öðrum kerfum, eða einhverjum öðrum time zoneum, þá þurfum við að hafa time zoneið og það skilgreint ef við veljum þessa datatypu. Ok, núna getum við farið hérna og skoðað gögnin í þessu og nú getum við slegið eitthvað inn hérna og ef við síðan refreshum bætum við færslu hérna og sjáum við að ID-reiturinn okkar alltaf að stækka. En þannig að núna erum við komið með einhvern gagnagrunn og einhverja eina töflu sem heitir test og þá í raun höfum við einhvern stað til að geyma stöff á. Þannig núna langar okkur svolítið að tengjast þessu úr Node. Þá erum við með Node Postgres sem svona bein JavaScript útfærsla, þannig að þetta öll samskiptin fara bara inn í JavaScript, við þurfum ekki að installa neinu aukalega, en það hægt að fá svona native bindings ef við erum að fara að gera eitthvað svaka og viljum ekki treysta á að þetta sé eitthvað JavaScript, native bindings bara skrifa í C og alveg hraðara og eitthvað svona, þá þetta að bæta því við, en við bara installum þessu, þetta bara heitir PG pakkin og vistum hann og þetta styður prepared statement sem við notum alltaf til að minnka líkur á svona SQL injection árásum. Síðan þurfum við tengistreng og tengistrengurinn segir í raun hvar þessi gagnagrunnur okkar sem við ætlum að tengjast. Hann þá á einhverju svona formi, Postgres, þetta svona eins og þetta Postgres protokoll eins og HTTP, svo kemur username og password og á hvaða server og síðan hvaða database. Þannig ef við erum að keyra þetta bara á vélinu okkar, þá erum við að tala bara localhost og svo nafnið á databaseinu, en síðan getum við verið einhverstaðar út í heimi, þá getur þetta hérna verið bara eitthvað, server.com, eitthvað, og síðan nafnið á databaseinu okkar. Skoðum það eins frekar á föstudaginn, hvernig að síðan þegar við deployum einhverju svona dæmi, einhvers annað. Síðan Node Postgres notar svona connection pool, þannig að það opnar svona tengingar á gagnagrunn serverinn okkar og heldur utan þessa pool af þessum tengingum og við þurfum síðan þegar við erum búin að gera eitthvað query, þá þurfum við að kalla í done sem að kemur inn í kóðunum sem við sjáum eftir til þess að losa klientin okkar aftur í þessa poolíu af tengingum. En ok, skoðum þá hvernig þetta fer fram. Þannig núna ég hérna ætla ég að kalla í á localhost í ekki demo, þetta demo 2, gagnagrunnum í einhverja töflu og gera eitthvað við. En hérna í raun þessi skilgreining fyrir database minn. Þannig að ég ætla að hafa það hérna alveg efst og bara trýta það svona eins og konstant sem að æskilegt af því að við munum síðan vilja skipta þessu út fyrir einhverja aðra slóð ef við erum að fara að setja þetta keyra einhverstaðar annar staðar en á bara vélinu okkar. Síðan viðmótið sem við fáum frá þessu módúl þannig að við byrjum á því að connecta við gagnagrunninn og þá þetta connect fall. Það tekur inn database, tengistrengin á databaseinn og svo callback, þar sem að við fáum villu í fyrsta, þetta fylgir bara þessu callback
eins og í Node og svo fáum við client og svo fáum við þetta done-fall sem við þurfum að kalla í til þess að losa okkur frá. Þeir eru búin að gera það sem við þurfum að gera. Ef við fáum villu, þá bara hættum við. En ef við fáum ekki villu, þá viljum við fá hennan client frá í raun tenginguna okkar. Það er búið að opna tenginguna, nú erum við einhvern client sem getur gert fyrirspurnir fyrir okkur. Og þá viljum við hérna bara client og þá er hann með query og þá getum við skrifa bara beint inn bara SQL skipun. Þannig að við viljum selekta allt úr testtöflunni og við viljum raða því eftir date dálkinum í descending röð, þannig að nýjasta færslan í tímaröð er efst og svo keyrum við þetta og við fáum tilbaka callback sem er aftur. Fyrsta stakið er villa ef það kemur villa, en annars fáum við í raun bara niðurstöðusettið frá klientinum. Og ef það kemur villa, þá loggum við það út, annars loggum við út fyrstu röðina sem við fáum. Þannig ef við vistum þetta, svo við sem kallir réttan grunn og kallum í select, þá fáum við hérna ID1, text ASDF, date null. Og þetta er þessi fasta sem við setjum inn. Og svo ef við viljum síðan vera með eitthvað forrit sem að nýtir hennar gagnagrunn til að geyma einhver gögn, þá er það svipað, nema þá notum við ekki select, heldur bara insert. Og þá er hérna þetta nota parameterized query. Við erum ekki að fara að skrifa beint inn í hérna, við erum ekki að fara að gera svona string concatenation, eitthvað plus a, eitthvað og búa til strengin. Það er hérna skelfileg öryggishóla sem við munum fara yfir á mánudaginn næsta. Heldur notum við það að við getum sett hérna parametrana á queryið í fylki. Þannig að núna ætlum við að inserta inn í testtöfluna texta og textin er foo og date sem er þá þessi timestamp og hann er þá bara new date og við setjum hérna með $1 og $2 og síðan fylkið okkar sem við erum með þessu parametri í og þá vísar hérna $1 í fyrsta stakið og $2 vísar í annað stakið. Þannig að þetta mun taka þetta hérna og segja insert into test, text, date, values, foo og dagsetningin núna. Og ef það er engin villa, þá prentum við bara út inserted og resultið frá gagnagrunnum. Og þá fáum við inserted, command insert og einhver gögn hérna frá gagnagrunnum, hann er settið 1 row og eitthvað svona. Þannig að núna ef við keyrum aftur select, þá fáum við date null þarna af því að það er raðast fyrr og þá til dæmis núna viljum við eitthvað, nú erum við búin að vera búið til grunninn okkar, við erum með eitthvað rusl í honum. Þá getum við farið hérna og sjáum við, hey, færslan okkar kom, frábært, með timestamp. En núna viljum við fara hérna og við veljum þennan hérna dálk, hægri smellum delete og eyðum við bara röðinni. Þannig að hérna getum við farið og átt við grunninn okkar. Svo núna sjáum við, það er bara ein færsla í grunnum. Þannig að við förum hérna, við gerum insert aftur og við gerum select og þá erum við núna að fá hérna 1624. Þannig að við erum hérna að fá nýjustu færsluna. Síðan ef við erum með eitthvað flóknara, við ætlum að vera að join einhver gögn eða við ætlum að vera að gera eitthvað meira spennandi og þurfum svona að bara prófa okkur áfram með SQL-ið okkar, þá getum við opna hérna bara SQL query builder sem er í einhverju tómu tjóni. Sjá, hvað gerist hérna? Nei, en þá hérna getum við slegið inn, ef þetta væri ekki ónýtt, þá getum við slegið inn query, keyrt hana og fengið tilbaka niðurstöður og prófa okkur áfram með hvernig við viljum í raun gera. Til dæmis ef við ætlum að joina saman þessa töflu og einhverja aðra. Hvernig join, ætlum við að nota inner join eða left join eða eitthvað svona. En þetta er sem sagt til þess að geta nota Postgres. Þannig að í verkefni 6 síðan ætlum við að setja upp svipað því sem við gerum núna á seinasta föstudag, einhver svona innskráningarkerfi, í staðinn fyrir að vera með þetta í einhverju minni, þá ætlum við að tengja það við gagnagrunn. Þannig að þá myndið þið byrja á því að þróa þetta allt á vélinni hjá ykkur, keyra þetta inn í gagnagrunn hjá ykkur og síðan munum við á föstudaginn skoða hvernig það er að færa þetta þannig að þetta hætti að keyra bara hjá okkur á okkar vél
og verði aðgengilegt fyrir heiminum. Og þá munum við nota Heroku sem svona leið til þess að deploya Node og alls konar, Python og Java og fullt af umhverfum í svona cloud-based hosting sem hægt að fá ókeypis aðganga og þar getum við fengið líka ókeypis aðganga að Postgres-grunni og alls konar öðrum tólum en við munum nota þetta til þess að reyna að búa til og fá og þar með lokuðu þessum hring. Þá vitum við hvernig við smíðum framenda, hvernig við smíðum bakenda, hvernig við komum bakendanum okkar einhvers staðar út í heimi og þurfum að taka við beiðnum frá klientum alls staðar að. Já. Í lokin, kannski ekki voðalega mikill tími, en ekkert voðalega flókið svo sem. Lokaverkefni sem núna út þennan mánuð og í rauninni ef þið eru í einhverjum vandræðum þá getið þið skilað því alveg fram að bara lokaprófið sem komið í töflu og verður 8. desember. En þetta lokaverkefni svolítið bara ykkar tækifæri til þess að beita því sem þið hafið lært og þið getið farið nokkurn veginn, þið stýrið rosa mikið hversu mikið þið gerið. Það eru settar einhverjar kröfur það hvað skal gera og það skal vera eitthvað vandað útlit og viðmót þannig að þið eru með eitthvað það virkar og það lítur ekki skelfilega út og svona gott litmustest á það í raun að prófa að bera þetta undir einhvern sem ekki félagi með þessu skólanum, til dæmis mömmu sína, mamma mín mjög góð í að segja mér að því að hún orðin færar á tölvur, hún var ekkert voðalega færar á tölvur og ef hún skildi það ekki þá var það ekki nóg gott hjá mér. Það var ekki notendunum að kenna, það var mér að kenna. Yfirleitt ef eitthvað svona bilað, þá var það okkur að kenna. Og síðan þetta útlit og viðmót sem náttúrulega skrifa með HTML, CSS og JavaScript. Þannig að þið ætla að skrifa eitthvað HTML og þið megið nota einhverja template-vélar, megið skrifa þetta í Jade, megið skrifa þetta í Handlebar sem önnur templating-vél eða eitthvað. Þið hafið svona tækifæri ef að þið hafið tíma og áhuga á því og getið dýft ykkur í eitthvað, þið getið skoðað eitthvað nánar og ég til staðar og dæmendumkennarinn til þess að hjálpa ykkur með það. En ef að þið viljið líka bara vera nokkuð slöka á því, þá getið þið bara skrifa HTML og sagt það gott. Þannig að þið stýrið þannig. Saman með CSS, þið megið fara og skrifa þetta allt í SAS eða LS eða Stylus eða einhverju og bara sjá hversu mikið þið viljið eyða af tími í þetta. Þið megið nota Bootstrap, eins og þið hafið kannski kynnst, það rosalega góð leið til þess að fá mjög fínt útlit, tiltölulega hratt og auðveldlega. Þannig að það alls ekki slæm hugmynd. Síðan JavaScript og framenda, þá viljið þið halda þessu aðskildu, reyna að nota þessa unobtrusive JavaScript, vera með ykkar fótspor á alla heildina sem minnst. Þið megið nota jQuery og önnur forritunarstofn ef þið viljið, en þið viljið samt að skrifa eitthvað sjálf og það sem þið skrifið, ekki það sem kemur frá þriðja aðila, viljum við að fara eftir JS-hint eins og við hefum gert núna í seinustu verkefnum. Þannig að þessi JS-hint RCS-skrá sem ég hef verið að dreifa með, hún gildir sem testa á það hvernig kóðun ykkar á að vera formaður. Síðan í bakenda, þá viljið þið gera annarkort tengjast einhverjum gagnagrunni og gera einhverja virkni sem þá eins og við erum að fara að gera í verkefni 6 eða þið viljið tengjast einhverjum vefþjónustum sem við gerum á ská í verkefni 3, 4 eða jafnvel bæði. Þið getur verið að sækja ykkur gögn vefþjónustu og verið með eitthvað notendakerfi eða eitthvað svona til þess að þið getið einhvern veginn blandað þessu saman. Og þið megið nota einhver framework og þið þurfið ekki að nota Node.js bara, það ekki það einu í boði. Ef ykkur langar til þess að prófa að nota PHP, þá getið þið gert það. Ef þið viljið prófa að nota .NET, Ruby on Rails, Python og Django, Flask og Python. Þetta hefur allt verið gert seinustu ár, þannig að það alveg í góðu lagi. Þannig að þetta bara eins og þið treystið ykkur til.
og þið ætla að hugsa öryggi og að öll gögn sem þið eru að fara að taka við séu í raun hreinsuð eins og við munum fara yfir á mánudaginn. Og já, og ef þið notið Node þá gildir það sama með JSint. Svo hérna Gulp eins og við höfum verið að nota. Þið þurfið ekki að setja upp, en ég ætla að vona að þið kunnið að meta það hversu mikið það getur hjálpað manni og gerið það. Svo eru hérna hugmyndir og þetta eiginlega bara mjög opið. Þið getið haldið áfram með það sem við vorum að gera í fyrsta og öðru verkefni, tengt það við einhvern gagnagrunn, útfæra eitthvað svona lítið content management kerfi, þar sem með einhver getur loggað sig inn, hann fær textabox eins og við vorum með í verkefni 3 og skrifar eitthvað inn og þá verður til ný færsla á einhverju síðu. Þið getur verið með gestabók, þið getur verið með einhverjar fastar færslur og athugasemdir við það. Þið getið haldið áfram með verkefni 3 og í staðinn fyrir að geyma þetta bara á einhverjum client getið þið haft notandaumsjón og geymt færslurnar í bakenda og bætt við einhverju nýrri virkni. Þið getið tengt einhverja webþjónustu sem eru boðið á apis.is og búið til einhverja þjónustu fyrir það. Það var fyrsta skipti sem ég var að kenna þetta, þá var þetta verkefni til úr því sem mjög skemmtilegt og ég nota yfirleitt fyrir bíó. Þannig að þetta í raun að var að lesa gögn frá apis.is en svo var lokað á þetta að þetta frá kvikmyndir.is en núna kemur þetta frá kvikmyndir.is og þetta í raun að lesa gögnin, kassa þau, þannig að það sé ekki alltaf að vera að lesa þau aftur og aftur og aftur og búa til eitthvað viðmót til þess að skoða gögnin. Þannig að þetta fara svolítið all in í þetta. Svo 5. verkefni, skráningakerfi, áframhald á 5. verkefni. Þá getum við nota þetta form sem við vorum að leika okkur að búa til, ekki leika okkur kannski, og nota það til þess að gera eitthvað. Eða áframhald á þessu 7. verkefni sem við ætlum að fara í núna og búa bara til eitthvað svona forumkerfi, eitthvað einfalt, eða svo bara gert það sem ykkur langar til. Þannig að svo lengi sem þið eru að uppfylla þessar kröfur sem eru settar þarna á, það er eitthvað framendakóði, það er eitthvað bakendakóði, bakendakóðin er svona non-trivial, hann er að gera eitthvað að viti, þá er eiginlega allt í boði. En ef þið eru eitthvað óviss, endilega spyrjið mig bara og ég get sagt af eða á eða gefa ykkur einhverju hugmyndir. Síðan ætlum við að setja smá skýrslu með þessu, það sem er aðalega bara hugsunargangur ykkar, bara hvernig fóruð inn í þetta. Þið hélduð að þið myndu vera enga stund að gera X, en svo kom í ljós að það var allt of langt. Þið hættu við það og gerðu Y og svona bara svona high level yfirlit yfir það hvernig þetta gekk. Þannig að þið þurfum svona aðeins að dokumentera bara vinnuna, ferlið í gegnum þetta. Og það er mjög gott að setja það allir bara í readme.md eða þá að þið getið haft það bara sem eitthvað PDF eða doc-skjal eða eitthvað sem þið fylgjið með. Já. Verður metið, þegar það verður metið, verður tekið til þess hvort maður sé í hópi eða hvort maður er ekki fleiri? Já, ef maður tekið til þess hvort maður sé í hópi einn, ef það eru 3 í hóp sem er í raun leyft, ef þið viljið vera 4, talið við mig, og við getum alveg bara við mig hérna, þá eru kröfunar aukast, það eru verið stig, svona, það verða meiri eftir því sem eru fleiri í hópnum. Og ef þið eru fleiri, þá endilega að gefa henni reynslu, láta það koma greinilega skýrt og greinilega fram hverjir eru í hópnum og í skilunum hafið alla í CC í hópnum. Þannig að það sé ekki, þurfa ekki að fara að leita að einhverjum til að láta vita ef það er eitthvað að. Afsakið. En matið er svona cirka þetta, framhendin er cirka 45%, bakendin cirka 35%, og svo er það bara almennt útlít á viðmótaverkefninu og skýrsla. Þannig að þetta er svolítið svona opið og þið þurfa ekki að fara að eltast við einhverja vafra lagfæringar. Við miðum við nýjustu útgáfu Firefox og nýjustu útgáfu Chrome og þetta er sem sagt fyrir 28. nóvember og þetta gildir 30% lokaengun. Þið þurfum ekki að gera mikið til þess að, þið þurfum bara að tjekka við öll þessi box. Þannig að ef þið hafi verið að gera mikið í verkefnunum,
þá gæti hugsanlega bara verið að taka ykkur 2 verkefni, mergea þau saman í eitthvað eitt og hreinsa það til. Það gæti verið ykkar skil í þetta hérna. Eða þið getið farið lengra. Þetta er svona ykkar tími til þess að skína. Einhverjar spurningar, athugasemdir? Ef það er eitthvað, þið farið að spá í þessu, ykkur langar að vera í hóp, gera eitthvað, þá bara hafið samband við mig og ég get farið yfir það hvort það sé ekki allt gott og gilt. En annars bara takk í dag.